Björn, hann á safninu. Hún var ekki taka upp heimeld þá. Vil ég ekki bara koma með? Heyrðu, geðveikan brandar daginn. Það eru svona 2 appelsínur út á Höfn. Svo sagði hinn, skerðu þið í báta. Hann ekki svona. Viss. En nú ætlum við að sjá hann Alla tala við hana Helgu. Hún ætlar að fræða okkur aðeins vopn. Já, þessi vopn hérna, heldurðu að þau hefðu getað verið notað í Kjalarnesjökull? Já, ég held að það er pottþétt að það var mjög svipuð vopn, sko. Það yfirleitt voru vopnin ekkert svo frábrugðin á milli svæða, þannig ég held að það sé alveg mjög líklegt. Þannig að þetta eru svona típisku víkingar. Já, það má eiginlega segja það, sko. Það er hérna eru sverð og axir og spjótsótar hérna, það leifar af spjótsótum. Og síðan þetta sé að sjá hér sem er svona hálf kúla, þetta eru leifar af skildi, kallað skjaldabóla og er svona í miðjunni á skildinum sjálfur. Já, alveg. Og þetta var svona algengasta fyrir víkingar voru oft með svona. Já, einmitt. Og þetta hérna til að skera sig ekki. Já, einmitt, það er svona skemmtilegt að þeir hérna kapparnir, þeir eru náttúrulega greiðlega þurft að passa sig og hérna verða sig svona öryggisins vegna. Og þá voru settir svona þetta kallað stökkskór, settir á sverðin til þess að þeir geti ekki stungið sig til dæmis í hérna, stunga sig í lærin eða eitthvað og vopnin hangandi svona á sér. Já. En það er líka svolítið áhugavert náttúrulega að þessi sverð náttúrulega búin að liggja í jörðinni öll þessi ár. En náttúrulega svo höldin á sverðunum og sköftin á öxinni og náttúrulega skjöldurinn sjálfur sem var á spýtu. Náttúrulega allt sem er á spýtu breytist náttúrulega svo rosalega fljótt í jarðveg bara með tíman. Þannig að eftir verða hlutinni sem eru úr málunum. Já, náttúrulega að timbrið varðveitist ekki nógu vel. Nei, einmitt, það er bara breytist mjög fljótt í mál. En hvað myndirðu segja að þetta væri gamalt? Þetta er svona kannski, já, svona 1100 ára gamalt, svona cirka, svona frá kannski kringum 900 eitthvað svolítið, svona flest vopnið hér, sko. Flest vopnið frá 900? Já, svona þeim tíma. Og þau eru svona, 2-3 kíló á þyngd og metrar á lengd? Já, ég sagði mitt í þetta sverð síðan svona kannski, já, svona metr með haldinu. Og já, þetta, það er náttúrulega meist þung, sko. Maður getur ekki alveg vita, en ég kannski giska á 2 kíló, þetta er svona að sína tíma, sko. En sum náttúrulega léttar og ábyggilega oft yngri og allt það, sko. Þetta var nú fróðlegt, en nú ætlum við að fá að heyra þessum grafirna. Gröf mannsins. Gröf víkingarna. Já, hérna er sérst gröf landnámsmanns sem dó líklega svona kringum árið 900 eitthvað svoleiðis. Og þetta er mjög svona dæmigerð gröf fyrir landnámsmann. Hann er sérst grafinn hérna með hlutunum sem hann átti. Náttúrulega fólki var ásatrúar og trúði á alla guðina sem náttúrulega Óðinn og Þór og þessar gamlu guði. Já. En þeir trúði náttúrulega á framhaldslíf og trúði því eftir dauða myndi taka við lífi eða alveg svo lífi sem þeir lifðu. Og það er svona svo mikilvægt fyrir fólki að vera grafið með hlutunum sem það átti til þess að taka með sér yfir næsta líf. Og hann hefur kannski randað í bardaga, það er ekki alveg gott að vita. Nei. En hann er sérst grafinn hérna með sverðinu sínu og það er einmitt orðið svolítið svona, eins og segir, svolítið spýtulegt en það er víst út af því að þegar sverðið var í trésliðri, þetta er járnsverð og svona þegar járn og tré liggja saman rosalega lengi á jörðinni, það getur svona runnið saman í eitt. Það var fornleifafræðingar sagt mér. En síðan einmitt er hann með fleiri hluti, hann er til dæmis hníf sem liggur hérna, þetta er hnífur. Og síðan er hann með hérna, þetta er hérna fyrir neðan hauskúpuna á honum, það er leifar af skildi, þetta er kallað skjaldabóla. Og síðan hefur hann verið með öxi, svona axarhöfuð hérna. Og síðan hérna þessar litlu kúlur sem ég sjá hér, þetta eru líklega eitthvað svona verdagripir, kannski þetta verið sem sagt hluti hálsmenni eða eitthvað verdagripir sem haft með sig kannski í bardaga eða eitthvað. Síðan hérna er spjótsóttur, leifar af spjóti. En eins og ég taki eftir að rosalega lítið eftir af beinu mannsins, það er mjög lítið varðveist og það skiptir mestum ára hvernig jarðvegurinn er þegar fólk er grafið, hvaða hérna geymslingi. En hérna, já, síðan þetta sem ég sjá hér, þetta er sem sagt allt, þetta er sem sagt hestur mannsins. En sem sagt hesta beinagrind og það var náttúrulega oft þannig þegar menninni dóu, þá var hesturinn gripinn og grafinn ofan hjá eiganda sinn til þess að taka með sér í næsta líf. Þannig að það var náttúrulega mjög mikilvægt og oft voru líka hundar, drepnir og grafnir ofan hjá eiganda sínum, bara þeir náttúrulega svona bestu vinur mannsins eiginlega. Já, náttúrulega. Og hér sjáum við með ofan í hérna myndir hestabein og hestatennur hérna fremst. Og síðan þetta sem lítur út svo gleraugu, þetta eru reyndar svokallað mél, þetta er svona sem maður setur upp í hérna hestinn og svona beisl.
Þannig að þetta er mjög líklegt að þeir sem hafa verið í Kjalnesingasögu, þeir hafa náttúrulega grafnir með þessum hætti. Bara ábyggilega mjög svipað að fólk hafa grafið með hlutunum sínum. Yfirleitt liggur fólk á hlið þar sem maður hefur á hlið og auðvitað fólk grafið þannig líka. Og það er kannski einmitt ábyggilega sagt út af því í sögunum. Þannig að þetta er svona típiska gröfn hjá víkingum. Já, svona hjá þessum landnámsfólki á þessum tímum. Já, landnámsfólki. Já. Grafið með öllum hlutunum og dýrum og svona. Já, einmitt. Mjög. Síðan að við viljum kíkja á það mynd svona þegar við ímyndum okkur teikning eins og við ímyndum okkur að þetta er litið út á sínu tíma sem er hérna í möppu sem við getum kannski skoðað um þetta eftir þá svona teikning að þetta líkt út. Er þetta bara ekki fyrir? Þetta er nú skrítið. Ég veit allavega að ef ég myndi deyja, ég vil ekki láta grafa mig með hundinum mínum og tölvunum minni. Frekar bara að gefa litla frænda mínum tölvuna mína og leyfa bara foreldrum mínum að eiga hundinn ennþá. Nú ætlum við upp og það eru nokkur vopn og það er eitt pyntingatæki og það er líka síðasta öxin sem er notuð til að hálshöggva Íslendinga. Við ætlum að fara að skoða það núna. Atgeirinn, þetta var þetta ekki notað í svona víkingar? Jú, þetta er reyndar svona aðeins nýrri atgeir sko, en þetta er samt, það har náttúrulega aldrei fundist sko alveg svona heill atgeir, ekki svo ég viti þetta á landnámstímanum. En þetta er sem sagt mjög líkt eins og atgeirinn sem er notuð í Íslendingasögunum og eins og til þess Gunnar á Hlíðarenda notaði og ég vissi í Kjalnesingasögu eitthvað að tala um atgeir. En þetta var náttúrulega rosalega sniðugt vopn atgeir, vegna þess að þetta var náttúrulega bæði öxi og síðan var þetta spjót og síðan var þetta einhvers konar svona haki líka. Þetta var alveg svona alls hliðar vopn sem þetta gera eiginlega bara allt með. Mjög fjörhæft. Mjög fjörhæft og þetta líka sýnir okkur svolítið, hérna er líka, þetta er þetta mjög svona evrópskt sverð, en þetta sýnir okkur svolítið líka hvað Íslendingar bara máttu eiga vopn, bara fyrir mörg hundruð ára, bara almenningur máttu vera með vopn á sér og þótt ekki tiltökumál. Já, verður þótt þessu Já, einmitt. Stór og mikið. Einmitt, engar svona reglur eins og er í dag og megið til að hafa leyfi og svoleiðis og það myndi alls ekki hafa svona í dag. Þetta hérna er öxi og... Já, þetta er sem sagt höggstokkur eða sem sagt hérna höggstokkur hér og öxi og þessi nú reyndar svolítið nýlegri en hérna þessi var notuð sem síðustu aftökun á Íslandi árið 1830 þegar Agnes og Friðrik voru hálshöggvin en ég held að refsingar hafi ekki verið svona kannski á landnámstímanum en hérna þetta er svona það sem seinna var að svona var fólki refsað, bara hálshöggvu við til þess að fólki sem hálshöggvu hér draf sem sagt menn og eru hálshöggvin hérna fyrir það. Já, svona hálshöggvun var svona refsing fyrir það sem hafa gert svona mjög mikið á sér. Já, einmitt, svona fyrir alvarleg brot það var fólk sem hálshöggvin. Og eins og ég sé að þetta er náttúrulega svolítið illa farin öxi, hún er náttúrulega svolítið hérna riðufguð, það er náttúrulega út af því hún náttúrulega lendir ekki í eldsvoða, þannig að hún fór svolítið verð. En eins og ég sé að þetta er nú ekki mjög hérna mikið bit í öxinni og það er oft, allavega í þessari frásögn þessari aftöku, er sagt frá að þurfti að höggva oftar en einu sinni oftar en tvisvar til að hausarnir færi af, þetta er alveg svakalega lýsingar. Og síðan voru náttúrulega hendurnar bara settar hérna sitt hvoru megin við höggstokkin og hérna fólki bara kraup og setti hendurnar hökuna hérna í kviltina og síðan var bara hérna hálshöggvið. Þetta er frekar ömurlegur gripur. Frekar óhugnalegt. Frekar óhugnalegt allt saman. Þetta var nú fróðlegt en núna er náttúrulega kominn tími á einn geðveikan brandara sem ég heyrði daginn. Sko, það voru 2 tómatar að labba út á götu. Svo sagði hann, komdu inn á Tómas og sagði hann. Þetta er ekki brandarinn. Það vantar part á honum. Nei. Jú. Þú ert alltaf að eyðileggja brandarana mína. Nei. Hún bara gleymir pörtum. Eins og hverju? Þegar bílinn keyrir yfir. Ha? Eins og 2 tómatar að labba yfir götu. Svo keyrst yfir annaða, þá hinn tómatur. Komdu inn á Tómas og sagði hann. Já, ég held það. En heyrðu, þetta er nú búið hjá okkur. Þannig að ég vona að læra eitthvað nýtt vopnin. Og já, takk fyrir okkur.
Ég er í geðveikan brandanum daginn. Það var þessi 2 afsinir út á höfn. Og svo sagði hann, skerði niður í bóta. Það leiðir rétt að minn upp inn. Síðasta öxina sem var notið í að hálshöggva fólk. Þannig að... Hættu að bánsa. Hættu að tala! Þú eyðilegir allt. En við höldum bara áfram saman. Ertu búinn? Já, búinn. Nú jæja, þá bara dagskráni lokið hjá okkur í kvöld. Þetta fór nú aðeins fram úr áætlun en við skulum gefa Humar gott klapp. Takk fyrir. Bless. Veit einhver hvað klukkan er?